Þetta Björt, það verða Spánn á morgun, en þið nýkomna til landsins eftir leikinn í Ungverjalandi. Hvernig gekk á leiðinni heim? Þetta var langt ferðalag. Þurftum að vakna þarna bara nóttina og fórum í 2 tíma rútuferð og millilending og allir pakkinn, þannig að þetta var langt ferðalag en við erum samt svona óvenju ferskar. Góður svefn í nótt og svona þannig. Búin að sofa á þessu tapi út í Ungverjalandi í 2 nætur núna. Hvernig er tilfinningin með þann leik svona í dag? Sko, stórt tap náttúrulega, minna tap en síðast samt og á móti svona þjóðum þá erum við kannski að horfa endilega á það, heldur bara hvað við gerðum gott og við höfum svona hópurinn verið að ræða þetta og okkur leið alveg ágætlega svona eftir þennan leik þó hafa alveg verið margt sem að hefði mátt betur fara en samt einhvern veginn svona við töluðum það, þú veist, okkur fannst eins og munurinn væri minni eftir leikinn. Þannig að við okkur finnst bæting í hópnum og förum einhvern veginn bara jákvæðir inn í Spánarleikinn og ætlum að gera betur en síðast þar líka. Varst þú með liðinu út í Huelva út á Spáni? Já. Það var svolítið erfiður dagur fyrir íslenska liðið, ekki? Jú, það var alveg þungur leikur og bara ég valdi að spila á móti jafn góðum leikmönnum og í þeim leik en það víst eitthvað aðeins breyttur hópur en síðast. Það þýðir samt ekki að það verði eitthvað léttar leikur af því að þær eru með rosalega bara breiðan, góðan kvenna körfubolta úti og djúpan hóp sem hægt að sækja góða leikmenn í, þannig að þetta verður erfiður leikur en sömuleiðis mjög spennt að spila á móti heimsklassa leikmönnum. Það er bara forréttindi. Ekki gaman, nú erum við inni í Laugardalshöllinni sem er búið að gera upp allt gólfið og verður fullt af áhorfendum að leiknum og er ekki gaman að fá, ég meina þó að liðin séu kannski ekki það jafn, er ekki gaman að fá máta sig gegn bara besta liðin í Evrópu á heimavelli fyrir framan ykkar áhorfendur? Jú, það er bara geggjað sko og ég er ótrúlega spennt og held að það séu bara allar bara mjög spenntar einmitt að fá bara jafn góða eða jafnvel bara betri stemmingu og síðast af því að þetta var frábær stuðningur sem við fengum og það er bara alltaf geggjað að spila í Laugardalshöll og maður á ekkert að taka því sem sjálfgefnum hluta því það er bara algjör forréttindi. Þannig að ég er bara mjög spennt og vonast eftir að sjá troðfulla höll á morgun. Helst það ekki í dag, Björt. Gangi ykkur vel. Takk.